Jæja, nú fer að styttast í stærsta leik sumarsins að öllum líkindum hjá KR-ingum þegar við fáum Basel í heimsókn. Stór lið myndi ég kalla bara á alla mælikvarða og til mikils að vinna fyrir okkur KR-inga því það er ekkert grín að komast þetta langt í Evrópukeppni, slá út Larissa og kannski Basel. Við höfum séð mjög skemmtilegan leik fyrir höndum í síðari leiknum sem verður í Sviss. En það eru allar aðstæður fínar og allir heilir sýnist mér í hópnum fyrir utan Gunnar Kristjánsson, við heyrum í honum á eftir. En við spyrjum bara leikslokum og heyrum þá í einhverju leikmönnum. Jæja, hér eru við með tvo strákar sem eru að gera sig klára fyrir leikinn. Það er Gunnar Kristjánsson, leikmaður KR sem er frá vegna meiðsla í smá stund. Nær hugsanlega síðari leiknum mútið Basel og svo er það Sveinbjörn Þorsteinsson sem er forstöðumaður mannvirkja og ber að einhverju leyti ábyrgð á þessu frábæra standi sem er á grasinu í dag og aðstæðum. En strákar, þetta er væntanlega stærsti leikur sem hefur verið spilaður á KR-vellinum í mörg ár. Allavega höfum við ekki fengið sterkari mótherja í langan tíma. Kannski eins og ég spyrði fyrst Gunni, það hefur væntanlega verið svona eitthvað stress í strákum í leikmannahópnum fyrir en að leika það ekki? Jú, það er stress en ég held að það sé bara mest spenningur í öllum leikmönnum sko. Og eins og segir, stemningin niður í klefanum, ég kíkti á strákana áðan og skoði góð skengis og þannig og það var allir bara spenntir fyrir þessu. En hvernig breytti það einhverju að hafa slegið út Larissa? Er öðruvísi undirbúningur og öðruvísi stemningi fyrir þennan leik heldur en var til dæmis fyrir fyrirleikinn móti Larissa? Nei, ég held að við bara undirbúum okkur nákvæmlega eins og fyrir leikinn móti Larissa sko. Við vitum ekkert mikið þessi lið þannig séð, við vitum ekkert hversu góð þið eru, þannig við förum bara eins í alla leiki sko. Þannig að það er bara 110% og þjálfararæður og allt þetta. En Sveinbjörn, það hlýtur líka að mæða mikið á starfsmönnum KR-heimilisins og KR og það kannski fer ekkert mikið fyrir ykkur svona í allavega því sem almenningur sér, en hvernig er undirbúningur fyrir svona Evrópuleikar en öðruvísi en fyrir aðra leiki? Nei, undirbúningur er kannski ekki öðruvísi, þetta er nú allt bara voða svipað en það reyndar meiri kröfur frá UEFA og alltaf enga kröfur frá UEFA en KSÍ setur ákveðna kröfur í standard í leiki og hvað við þurfum að gera fyrir leiki. UEFA er með þær kröfur svona og það verður alltaf verið 100% fyrir leikinn sem sagt. Í dag eins og í dag fórum við á fund í morgun kl. 10 þar sem UEFA menn fóru yfir allt hvað þurfti að vera í standi fyrir leikinn og ef það er ekki í standi þá bara verður leikurinn ekki spilaður þannig að þeir setja ákveðna press á starfsfólkina og sem við þurfum að fylgja þannig að þetta er bara gaman. Margar svefnlausar nætur, Sveinbjörn? Ekki svefnlausar en kannski svefnlitlar. En er verið að fylgjast með þessu? Eru menn hérna frá UEFA mættir og það kíkja út allt saman hjá þér? Já, þeir taka allt út og í rauninni hafa þeir ekki til að kvarta yfir því að þetta er allt í toppstandi hjá okkur. Akkurat, en kannski svona við bregðum okkur aðeins svona í möguleikana þá ef maður setur þetta í eitthvað samhengi við Larissa sem er nú lið sem við ætlum að þekkja núna, búin að slá það út og samkvæmt því erum við betri en Larissa, en allavega, þetta er lið sem að Larissa var í 4. og 5. sæti í grísku deildinni, Basel í 3. sæti í svissnesku deildinni, kannski ekki alltaf mikill styrkleikamunur á þessum deildum, er þetta ekki bara alveg jafn mikill möguleiki á Larissa leikunum? Jú, ég held nú reyndar samt að þetta lið sé aðeins stærra, þeir eru búin að spila í meistaradeildinni og þannig og flotti leikmenn þarna, en jú, það bjóst engin við eftir séns á móti Larissa, það voru allir búin að ákveða að við erum búin að tapa þessu bara en við sönnum okkur og við rúlum þeim upp, myndi ég segja. Þannig að við getum allt eins unnið Basel. Það geta allt komið óvart hérna í kvöld. Hvað segir þú, Sveinbjörn? Jú, ég meina þetta lið er náttúrulega töluvert stærra finnst mér en Larissa. Þetta lið gerði jafntefli við Barcelona á Nou Camp í fyrra, 1-1. Þrátt fyrir að tapa held ég öllum hinleikjunum í riðlunum sínum, en þeir voru allavega í riðlunum í meistaradeildinni í fyrra og það lið sem er í riðlunum í meistaradeildinni er náttúrulega ekki lélegt. Það vitum við alveg. En svonalega ef maður setur þetta í samhengi við tímabili sem að KR-ingar eru að eiga, þá erum við í öðru sæti deildinni og þetta svona er allt saman á áætlun í rauninni frá skilja þessi ótrúlega árangur F-fáinga, en er þetta ekki bara kærkomið krydd í tímabilið? Er þetta ekki svona ágætis sárabót ef við náum ekki að koma okkur upp fyrir F-fáingana? Íslandsmótið er ekki ennþá búið, þannig að við munum koma okkur upp fyrir F-fáinga, en það er alltaf bónus að komast langt í þessari keppni. Þannig að við vonum bara að við vinnum þetta og komumst í play-offs og síðan beint í milliriðluna. Ég held það. Jú, við höfum aðeins verið að ræða hérna strákarnir í vinni, félagarnir í vinni. Okkur finnst Evrópuleikur, þriðja umferð núna, byrjum með annar umferð í Evrópukeppni
okkur finnst Evrópuleikur sko miklu stærra heldur en bikarúrslit. Þannig að í rauninni þetta miklu skemmtilegra að fara í svona Evrópukeppni, spila Evrópuleik heldur en að komast í bikarúrslit eins og við gerum í fyrra. Ég ekki að gera lítið úr bikarkeppni en svona gera svolítið stórt úr Evrópukeppni. Þetta miklu meira en fólk gerir sig grein fyrir. Kannski aðeins varðandi það að spila á móti svona sterkum liðum. Nú eru langstærstur hluti að KR-liðinu hefur enga reynslu að því að spila á móti svona leikmennum. Spila á móti kannski liðum sem eru með þetta mikla reynslu og eru með leikmenn sem eru vanir því að spila í hverja einustu viku hágæða fótbolta. Ekki alveg bara ótrúlegt hversu vel leikmenn okkar hafa verið að taka á þessu? Við hleyptum Larissa í sárafæri í 2 leikjum í röð. Málið er samt að leikmenn sem eru hérna í meistaraflokki KR, þetta eru oft leikmenn sem er búin að spila í unglingalandsliðum öllu því. Þannig þeir eru búin að spila móti flottum liðum þar, móti til dæmis Englendingum, Hollendingum öllu þessu. Þannig að þeir eru alveg reynslið að spila móti svona flottu leikmönnum. Og bara munurinn, mér finnst ekki eins og móti Larissa, munurinn var ekkert mikill fannst mér. Og það er bara að maður þarf að sanna sig á þessum velli, móti þessum svona liðum og við erum búin að gera það hingað til. Og ég held að það mun bara ganga upp held ég á þeim. Það brásum við að sjá þessi meiðsli sem þú varst fyrir á móti Þrótturum í daginn. Já. Það eru 15 spor í hnénu og þú allavega missir þessu leiknum á eftir. En er eitthvað að frétta af hvernig þú kemur tilbaka? Nærðu síðara leiknum í Basel? Já, ég held að. Ég meiddist fyrir 3 dögum síðan. Þá gat ég gengið daginn eftir. Núna er ég loksins byrjað að bara ganga eðlilega upp tröppur og svona. Ég verð búinn að ná mér eftir viku held ég og verð tilbúinn í seinni leikinn. Kannski eitt síðan að lokum. Þú ert nú ekki eini leikmaðurinn sem er frá en samt kannski spilandi einn og einn leik því að Sveinbjörn Þorsteinsson var að spila fótboltaleik í gær og þú getur kannski sagt okkur frá því að það er nú annað lið í Vesturbænum og það er KVF og það gengur allt í haginn í 3. deildinni. Já, það gengur allt í haginn hjá þeim. Við kannski fáum að ræða það hérna þegar viðtalið búið bara hvernig gengur hjá þeim. Förum við það bara það. Takk fyrir það, strákar. Já, Baldur Stefánsson mættur á völlinn og það styttist í leikinn við Basel. Baldur, þú getur kannski sagt okkur eitthvað svona frá hvernig þetta snýr að KR að rekstrinum að fá svona stórt lið í þriðjum fyrir Evrópudeildar? Já, það er náttúrulega bara hið besta mál. Við náttúrulega fáum smá áfangagreiðslu fyrir að komast áfram í þessari keppni og það er mjög ánægilegt. Reyndar hefði ég frekar helst vilja fá lið frá landi sem hefði líka borgað okkur fyrir sjónvarpsréttinn en þetta er á þeim tímapunkti í Sviss að þeir virðast ekki vera komnir almennilega í gang þannig að það gerist nú ekki þetta skipti en enga síður þá var þetta náttúrulega bara bæði frábært fyrir klúbbinn svona bara stemningslega og fyrir strákana en peningalega er þetta líka hressir þetta aðeins upp á svona veganesti inn í veturinn. Það gladdi marga þegar við fengum auðvitað það að sigra Larissa en líka það að fá liða þessari stærðargráðu og strax var farið að vinna í því að skipuleggja ferð út til Basel sem verður á sama tíma í næstu viku og er eitthvað að frétta því fyrir stuðningsmenn? Já, okkur tókst að semja við Iceland Express að fá nokkur hressilegan afslátt af flugmiðum þannig að ég held að það sé stór hópur að fara út frá okkur á 50-daginn í gegnum Frankfurt og svo heim frá Basel á laugardaginn þannig að ég held að það sé allavega einhverju 20-30 stuðningsmenn sem fara með liðinu. Og er þetta svona harðkjarna stuðningsmenn eða eru margir að fara kannski sem eru starfsmenn félagsins? Það eru einhverja starfsmenn að fara og ég held að Páll og þegar félagar í KR-klúbbnum hafi haldið utan um listan og ég lét þá hafa þessa miða sem við sömdum með Iceland Express til þess að útdeila. Þannig ég hef ekki séð nákvæmlega svona endanlega nafnalista en já, ég held að þetta verði örugglega söngglaður hópur. Þannig að við ættum að heyra eitthvað í okkar mönnum. En var þetta leikinn á eftir? Eins og nefndaðan, þetta er náttúrulega lið að svona þeirri stærra gráðu sem við erum bara vanir að fylgjast með í sjónvarpinu. Við erum ekki kannski vanir að fá þessi lið hingað heim. En samt sem áður erum við búnir að slá þegar út lið að kannski ekkert ólíkri stærra gráðu sem er Larissa. Og er það ekki bara ástæði til þess að vera nokkuð bjartsýnn fyrir svona leik? Jú, ég er náttúrulega, þetta er náttúrulega algjört ævintýri að hafa komist í gegnum Grikkina. Ég átti nú svo sem ekki von á því þó maður vilji alltaf vera bjartsýnn og það er náttúrulega alltaf möguleiki eins og leikurinn þróast á móti Grikkjunum hérna heima þá náttúrulega vorum við alltaf komnir í bullandi séns sem maður kannski sá ekki fyrir en jú, ef ekki bara vera bjartsýnir ef ekki að maður ekki skjóta á að þetta verði 1-0 fyrir okkur og svo klára við þetta með einhverju snild þarna úti líka þannig það voru svo stutt í riðlakeppnina að gera að reyna að komast alla leið. Já, takk fyrir þetta Baldur, góð skemmtun þessu.